Herri, þannig að klárum hérna Express ánum við hoppum yfir í HTTP en fyrst eru spurningar úr sal. Já, það er mjög gott þegar maður er að nota þessu tól eins og við erum að gera í þessu verkefni 1 að við erum að nota upprifjun á þessu tólakeðjum og þessu öllu úr hérna vefforritinu 1 að eyða tíma í að stilla hérna ritilinn að þegar við getum alveg sparað okkur yfir allt missirið bara í gegnum dagana bara við það að forrita alveg gommu að tíma með því að setja þetta upp í rétt eins og nota sjálfkrafa ESLint fix og eitthvað svona síðan try-catch fetch herru, to me privately ok, herru, ég er ekki að sjá en sko við skoðum aðeins betur núna villumeðhöndlunina í dæmunum hvernig það fer fram og síðan eitt skemmtilegt í þessum heimi vefforritunar er hérna Node.js að Node.js er búið að vera algjör mjög steiktur pakki í gegnum árin að því hann notar í raun Ruby útgáfuna sem að hérna passar og gerir allt sem maður þarf að græja fyrir SAS en núna loksins tókum við til og endurskrifa þetta allt í Dart sem er forritunarmál sem að er í raun svona systurmál JavaScript sem að er viðhaldið af Google og fekk núna endurnýjun lífdaga í Flutter þar sem allt er skrifað í Dart og það heitir svo núna Dart SAS og það er ennþá hægt að installa Node.js, það er deprecated, það er hætt í þróun en það er samt ennþá stutt þannig að þið þurfið ekki að setja upp Dart SAS nema þið viljið prófa ykkur áfram í því. Herðu, aftur að þessu efni. Þannig að við erum búin að sjá hvernig middleware, app og sub-app uppsetningin er, hvernig routing virkar og þá er spurning með templating að því að við getum alveg búið til strengi og senda á og það er náttúrulega hægt en það er svona verið svolítið mikið brass þannig að við viljum einhvern veginn fá leið til að búa til HTML-ið okkar og þá eru þessi templating-mál þau eru svolítið svona skrýtnum stað templating-mál eru svona búin að vera að deyja hægum dauðdaga eftir að allir segja bara eitthvað notum bara React, notum bara Next.js og þá er templating svona embeddað í lógíkinu okkar þá sem við munum sjá þá er svona HTML-ið og JavaScript server og þetta allt sem verður einhvern veginn svona saman í einu graut þannig að templating-málin eru að gera þetta nákvæmlega það að leyfa okkur að búa til template sem býr til HTML og templateið er templateið sem við skrifum ásamt einhverjum gögnum sem við sendum í það og út úr því kemur út eitthvað HTML þannig að þetta er bara að spara okkur þetta millibilsástand að búa til HTML í höndunum af því það verður bara eitthvað strengja leikfimi þar sem við þurfum að passa upp á að gera þetta og verður bara svona frekar steikt dæmi það er eitthvað að gera þetta fram í hjá mér þannig að við getum þá búið til templatein sem að búa til útlitið óháð virkni og við fáum gögnin og byrtum við á ákveðna hátt og það er til mörg þessi templating-mál við ætlum að nota EJS í þessu og það sem við þurfum þá að gera er að sækja þann pakka sem er þá EJS pakkin síðan segjum við appin okkar við ætlum að nota view engine sem heitir EJS þá með það implicitly erum við þá að segja Express að require pakkan og tengja hann inn fyrir okkur þannig að við þurfum ekki að segja eitthvað import EJS from EJS eitthvað svona við segjum þetta bara hérna og svo lengi sem við erum búin að installa pakkanum þá virkar þetta er svona fuzzy hérna dót þarna og síðan segjum við bara á actual disknum á vélinu okkar á serverunum okkar hvar viewin okkar eru, hvar templatein okkar eru og þetta er þá eins og fyrir static middleware sem við sáum áðan síðan þá í staðinn fyrir að segja res send þá segjum við res render gefum upp slóðuna templateið okkar og svo gögnin sem við viljum að templateið noti til þess að rendera síðan út HTML-ið sem er skilað í responsið og responsinu er endað EJS er embedded JavaScript templates sem er í raun bara HTML með rosalega svona léttum syntax sem er þessi EJS syntax og allt sem er innan þess syntax er í raun bara JavaScript þannig að þetta er svona sem templating-mál útfara og búa til alveg nýjan syntax en við erum með þetta bracket prósentumerki til þess að búa til eitthvað svona flæðistýringar sem við getum sagt til dæmis if hérna eða for flæðistýringar og ítranir og þá getum við sett inn JavaScript
svo erum við með þetta jafntómerki hérna og þá byrtum við bara eitthvað gögn sem þá bara upp úr einhverju breytu eða eitthvað property á einhverjum object. Svo getum við unescapeað gögnunum sem segir þá ef það HTML í gögnunum þá viljum við að það sé byrt hrátt, það sé ekki escapeað sem opnar á ákveðnar öryggishúlur hjá okkur. Þannig að við gerum það ekki að óathuguðu máli. Sér getum við inklúdað öðrum templateum, svona fragmentum, við getum búið til svona mörg template og assemblað þeim í eitt. Og svo getum við kallað í föllin sem voru skilgreint þetta með app local sem við sáum í byrjunum á þessu yfirferð áðan. Svo hérna nánari skjölun á vefnum hjá EUS. Og þetta er þess hlutur, þessi app locals, og við getum sett fullt í einan hlut og það verður aðgengilegt þarna. Þannig að þannig getum við svona tengt saman einhvern kóðabút sem við erum með á servernum okkar við templateið okkar, þannig að við getum leyft að tala saman. Þannig að þá þetta já, svo lokum, svo tökum við bara öll dæmi, svo tökum við HTTP og svo erum við búin. Tengt hérna að svona try-catch, þess að við vorum að skoða í seinustu viku með hérna, þurfum að nota asynchronous forward, að við getum nota async og await í Express middleware og það er mjög næs, en það er sama þar og við gerðum í hérna þessu seinasta, við erum með þetta main fall, að ef við erum ekki með eitthvað sem passar upp á í raun þessar villur sem getur lekið út úr async fallin okkar, þá erum við að fara að búa til villur sem eru að fara að býta okkur í rassinn. Þannig að þá þurfum við að búa til svona wrapper fall sem að gerir bara nákvæmlega það að taka inn eitthvað, hérna erum við með eitthvað hérna, async function sem er í raun async middleware, það gerir bara það sem það á að gera, skilar hérna next og þetta er í raun mun virka, nema ef einhver villa kemur upp hérna sem er ekki meðhöndluð á okkur, þá mun í raun bara Express-þjóðun okkar springur loft upp. Þannig til þess að það gerist ekki, þá setjum við þennan hérna, wrapper utanum sem að tekur inn þetta fall hérna, sem er þá í þessu tilfelli þetta hérna fall, kallar á það með öllum breytunum að því við vitum nákvæmlega hvernig middlewarein líti út. Þannig að við erum með rec resu next, við köllum í wrappaða fallið okkar með rec resu next og bætum síðan við cuts hérna. Þannig að ef eitthvað kemur upp á í þessu, þá mun cutsið okkar senda villuna í next sem mun enda í villu meðhöndlunni sem mun þá í raun leyfa okkur að gera eitthvað sem er ekki bara allt springur loft upp. Ok, endanum hérna, tökum dæmi. Ég er inn í Express. Þannig að við erum hérna, við vorum búin að skoða þessi hérna tvö. Við erum með sub-appið og það er í raun ekkert svo sem nema bara, við erum með þetta sub-app hérna sem við getum keyrt á hér og tengt við hérna og þá munum við í raun þá mun þetta hérna allt svara fyrir það sem er hérna sub og þá slash á sub, þannig að við opnum þetta hérna og segjum hello world hér og sub hér, þá er þetta frá sub-appin okkar. En svo getum við líka sagt þetta hérna og þetta á að vera foo hér og þá er hann hættir þetta að svara. Þetta er bara villan hérna, það er ekkert middleware sem tekur við þessu, en þetta svarar hér núna. Þannig hérna getum við fara að tengja saman og skilgreina hvernig routingið okkar virkar. En þetta er alltaf svona ákveðin sem við þurfum að taka, hvernig eru routes að virka hjá okkur. Og þá getum við fara að skoða sér að skipta þessu upp. Þannig að hérna erum við í raun með routerinn fyrir þetta dæmi og routerinn er þá í raun ótengdur routerinn hérna og hann er ótengdur appinu sjálfu. Hann er bara eitthvað svona sem lifir hérna í einrúmi og er í raun bara býr til hennan Express router og tengir síðan við hann einhverju meðhöndlun á einhverju routum og bara exporta þessu. Þannig að þetta er í rauninni ekkert að hugsa það hvernig eitthvað er að gerast, hvernig einhver appið er sett upp eitthvað. Þetta er bara að segja, hér er meðhöndlun á einhverjum ákveðnum rátum. Þetta er einhver virkni. Þannig að þetta getur við í rauninni aðskilið frá öllu bókhaldinu og öllu sýslunum með appinu okkar og pælt bara í lógíkinni. Þannig að hérna segir við fyrir get, þá svarar þetta, og get foo hérna, þá svarar þetta hér, eða bara eitthvað fyrir hérna fyrir parametrized. Þannig að við gerum þetta, þá er þetta svona. Þannig að við fyrir hérna
við erum með eitthvað fú og við getum sagt fú og þá gerist ekki neitt út af því ef við skoðum hér þá erum við hérna að redirect á þetta þannig við þurfum að segja fú slash fú þannig við þurfum að segja router.dotið okkar er bændað á routerinn hérna þannig að við redirectum bara hérna við þurfum á þetta hérna þannig við sjáum hérna ég fer hingað og mjög redirecta yfir á fú það er þá hérna með þetta hérna ég hef nú átt að það gefst ekki tími til að breyta þessum fúdæmum þau eru alltaf hrikaleg en núna gerir hérna eitthvað þá sjáum við hérna ég er, þú veist, þetta er slóðin sem ég er á en þetta er urlið sem að routerinn er að hugsa þannig að þá er það hérna þetta er urlið sem að routerinn er að hugsa að því að það er búið að strípa burtu allt sem koma undan þannig að þannig getum við kompósað alls konar hlutum saman svo getum við með hérna bar Óli og þá er data Óli eða ASDF eða eitthvað ef ekkert þá er bara undefined þá þannig getum við brugðist við þessu middlewarein okkar hérna þau eru bara mismunandi vegu þannig að þetta er bara að þið getið skoða þetta sjálf villumeðhandlunin sama hér þetta er í rauninni ekkert svakalega ólíkt því sem að er þetta er í rauninni bara þessi villumeðhandlun þar sem við erum í rauninni að setja þessa not found handlunin hérna lykillinn hérna er bara að setja 404 handlunin okkar næst seinast og villumeðhandlunin okkar seinast seinast að því leiti að hann er seinasta app use áður en að þú veist, appið okkar síðan keyrir þannig að þetta er seinasti parturinn í keðjunni hérna fyrir statísku gögnin skulum skoða það þannig að það gerist ekkert hérna við erum ekki með neitt sem að meðhandlarinn slassja okkur en við erum með hérna slash public mappan sem er hérna henni er rátað út sem statískum gögnum þannig að við förum hérna og við segjum style CSS þannig að ég fyrir hérna að segja *style CSS þá fæ ég þessum gögnum bara pípa beint út þannig að þarna erum við að virka svolítið svo Apache þjóðnin sem við vorum að nota í Webfortran 1 sem er í raun bara eitthvað þarna skrá á disk ég ætla að láta það að fá þess að skrá á disk að því við baðast hana svo getum við sagt hérna líka við viljum ekki að þetta sé svona við viljum kannski að þetta sé eitthvað *dist eða eitthvað því það er það sem að veist, þannig er að setja upp í builds-kerfinu okkar eitthvað slags þá getum við sagt bara hérna alveg svo við segja í öðrum svona þá getum við sagt hérna *dist nei fyrir ekki *dist svona og þá er þetta að fara að svara á *dist og hér er ekki lengur og svo er ekkert sem bannar okkur í rauninni að hafa þú veist, dist og styles og images og við getum gert alls konar við getum skipt upp þessu eins og okkur langar til síðan erum við með templatein hérna og templatein eru sem sagt þannig að við erum búin að installa EUS þannig að við erum búin að keyra hérna sem sagt npm install save EUS og það bætti við þessum hérna pakka og það er það sem við þurfum að gera hitt sem við þurfum að gera eða það er annað sem við þurfum að gera er að segja hérna view engine er EUS þannig að hér eru við hvergi að importa EUS eitthvað slags heldur bara með því að tengja þetta hérna þá erum við að tengja þessa galdravirkni sem segir hérna þú notar EUS template pakkan sem þú kannt að nota síðan erum við með viewin okkar og þau eru hérna eins og þetta við sjáum með static áðan þau eru hérna í einhverju möppu þau eru í þessari views möppu hér og hér eru við með 4 skrár svo segjum við hérna ok, ef þú biður slash þá ætlum við biður bara heimasíðu eða þú veist forsíðuna þá ætlum við að rendera þetta index við getum kallað þetta líka front page eða whatever við kallum þetta index hérna því þá að þetta hér fer yfir í index.eus hér við sendum gögn með gögnin okkar eru hlutur sem að inniheldur title sem er forsíða þannig að við kerum þetta upp þá fáum við hérna þessa fallegu forsíðu okkar og þá sjáum við hérna ok það er eitthvað, þetta er farið að vera kunnlegt við erum actually að skila einhverju HTML hérna og þá fyrir við hérna í index og þá segjum við ok hérna erum við að nota include ég er eitthvað hérna með vantar EUS meðhöndlun í Stylint, nei í Visual Studio Code ég gerði ekki nota þetta síðan ég fekk nýja vél
Síðan erum við með hérna eitthvað, important ties, sem er þá að koma svo mikið sem hérðan. Þá erum við búin að gefa aðgang á þessu hérna falli, þannig að allt sem kallar í important ties, það munur við keyra þennan hérna kóða. Þannig að það tekur halló heimur og skilar því með upprópunarmerki hérna. Svo er það hérna lestu okkur, þannig að við erum að sjá þennan hérna part. Hinn parturinn kemur úr header, sem er þá þetta hérna, vísum nákvæmlega í þessa hérna skrá. Og hún athugar hérna, ok, er einhver title breyta? Og title breytan er í raun í gögnunum sem við sendum áfram. Þannig að þá erum við að skrifa út titlein hér og hér. Svo erum við að vísa í footer og footerin er bara hérna að gera þetta. Þannig að þarna klingja kannski einhverja bjöllur. Þarna er búið að gera þetta sem við vorum að gera í verkefnum með Fortune 1. Búin að gefa okkur tól til þess að þurfa ekki að skrifa alltaf bara eitthvað HTML-ið, alltaf bara eitthvað allt HTML-ið, allt HTML-ið, allt HTML-ið. Heldur bara eitthvað, ok, bara það sem þessi síða er, síðan allt headed-dótið, allt footed-dótið. Þetta leyfir okkur að gera það. Síðan erum við með about hérna síðuna og þá eru það hérna about og þá er about að skaffa einhverjum gögnum sem er hérna eitthvað staff sem er þá eitthvað fylki. Við sendum það hérna, sendum annan titil, sendum eitthvað extra. Þessar breytur eru allir til staðar og þá við skoðum about og þá erum við hérna að segja headerinn og footerinn eins og áður. Nema svo erum við að segja hérna hjá okkur starfa og þá erum við með hérna bara staff.forEach. Þannig hérna segjum við bara hér er JavaScript virkni, hún er hérna, hún endar hér. Þannig að við bara segjum hérna, hún endar hér. Þetta er bara ítrun, bara forEach í gegnum fylkið staff og fyrir hvert einasta stak þá erum við að fá name og við ætlum að prenta út name. Þannig að það sem við fáum þá er hérna, þessi starfa hjá okkur. Svo erum við með hérna check sem athugar er extra til staðar, þá prentum við það út og þá prentum við það út hérna unescaped. Ef við erum ekki með þetta þá myndum við fá villi. Þannig að það er prófið það þegar við keyrið þessi dæmi sjálf að hvað gerist ef við fjarlægjum þetta og fjarlægjum þetta. Þá gerist eitthvað. Sérlega villa. Villur. Ég minn hvað tíminn það lígur. Þannig að seinasta hérna er async await og svo sem mjög svipað því sem við vorum að skoða í sensta tíma. Þannig að þetta er bara aftur eitthvað sem við hérna þegar getið prófað. Þá er það þessi hérna, þessi unsafe hérna. Þannig að við prófum það bara. Þannig að við fyrir núna hérna. Hérna erum við bara að lesa upp sjálft skjalið og birta það. Þannig að við bara segja bara hérna read file á actual þetta hérna skjal. Sendu það. Ef það kemur upp villa, hendi því. Hérna sem kemur upp eitthvað villa. Ó nei, það er villa. Þá fáum við hérna ok. Við tókumst bara á í þessu villu eins og manneskjur og við bara byrstum villuskilabók hérna. Sem eru þá reyndar er þetta bara default villumiðhöndlun úr Express. Þegar við erum ekki með villu, það vantar hérna eitthvað villu middleware. En ef við notum þetta unsafe, fyrir hérna unsafe, það sem er ekki, þetta er ekki rappað, þá bara núna hangir browserinn. Og hann gerir það út af því að núna bara sprakk serverinn okkar í loft út af þessu unhandled promise rejection og það var enginn sem að í raun kláraði að meðhandla, það var enginn sem gerði þetta keyrði aldrei send hérna, sem því að það í raun og núna er bara responsið, það bara hangir. Það er bara, ertu ekki að fara að svara mér? Anytime now, en þú veist, þetta mun í raun bara hanga svona þangað til að ég bara loka þessu. Þannig að það er í raun þessi, hversu mikilvægt það er að vera með villumiðhöndlun, jafnvel þó við séum bara eitthvað, þetta er besta kóður sem við nokkuð tíma skrifað, það koma aldrei upp villur. En hvað er það að koma upp villur? Alltaf að spyrja því. Herðu, við erum komið svolítið. Já. Jú, það er þá í raun bara partur af villumiðhöndluninni. Þá þurfum við einhvern veginn að skrifa einhver kóða utan þetta sem segir þá ertu komið einhvern svona observer, einhvern svona sem fylgist með forritunniðinni keyra og segir, heyrðu, hérna er response sem er búið að hanga í 10 sekúndur. Það er yfir time limitinu mínu. Ég ætla að drepa serverinn og starta hann upp aftur, eitthvað svoleiðis. Og þá er það partur af því að vera með einhverja villumiðhöndlun. Þá ertu með villumiðhöndlun ef að villumiðhöndlunin klikkar. Þannig að þetta er svona lagskipt, hversu paranoid maður er. Ok, ég ætla að stoppa þetta.